Sæl aftur. Aðventan annarsamur tími hjá kaupmönnum eins og mörgum öðrum og jólaverslunin svona að fara af stað. Ég kom með 2 kaupmenn til mín, það hún Helga Dóra Helgadóttir, Töff fötum á Húsavík og Aðalsteinn Árnason, formaður miðbæjarsamtakanna og verslunarstjóri Æsver. Já, og rekstrarstjóri Æsver og svo er ekki líka skal ég segja, verslun sem heitir GS Titanova ásamt konunum minni. Já, 1000 fjallarsmiður allavega. Svona. Hvað segið þið? Jólaverslunin, hún farin af stað? Hvernig það? Já, ég myndi nú alveg segja það. Hún farin vel af stað og lofa bara góðu. Já, sko, þessi alvöru jólaverslun sem við viljum sjá, það svona, þetta náttúrulega ekki allt haustið, þetta svona síðustu 10 dagarnir sem svona stuð og stemming og mikið að vera. En að því sögðu þá þetta sé kannski svona mesta stuðið í restina, þá segja allar rannsóknar okkur að mánaðamótin nóvember, desember, þá helmingur af jólaverslun lokið, fólk bara búið að kaupa. Þannig að það komur eiginlega dálítið óvart, en þetta var ég að lesa fyrir ekkert svo langt síðan. Já, og hvernig fer þetta af stað? Mér finnst þetta að fara bara mjög jákvætt af stað og gaman að segja fyrir því að síðustu viku var ég með svona stóran dag og langa opnun á 50-daginn og með tískusýningu í versluninni og svona viðburð og mjög góð mæting og þetta fór alveg fram á mínum bjartustu vonum. Heilt yfir held ég að verslun á Íslandi sé alveg ágæti stað þrátt fyrir gríðarlega samkeppni við útlönd. En svona, mér sýnist flest hefur með töluverða aukningu yfir árið sem var bara mjög gott. Og svo ef við lítum bara á það sem af desember, þá held ég að það hefur bara verið fantaflott start hjá flestum. Já. Flott. Þú nefnir útlönd, þetta mikil samkeppni þar. Mér finnst svona í samfélaginu fólk að fara dálítið mikið út í verslunarferðir og annað og krónan verið okkur hagstæð í því. Samt sem áður mikil aukning í innlendi verslun, hvað skýrir þetta eiginlega? Já, við Íslendingar, við erum miklir neytendur, það nú bara þannig, við erum að eyða því sem við eigum og stundum gott betur, en það náttúrulega mikil hagvöxtur á Íslandi, guðsjálf fyrir það, og mikið fólk sem fara núna, fólk fyrir stega pening og mikið að fara erlendis og versla, sem svo sem bara eðlilegt. Og svo líka kannski gaman að segja frá því að það er svona staðreynd að þess kannski skiptir ekki alveg öllu máli hvar þú ert með verslun á Íslandi orðið. Þú ert alltaf í alþjóðlegu verslunarumhverfi. Því netverslun hún orðin miklu stærri heldur en flestir átt að sjá. Já. Til dæmis þá í síðustu helginni í nóvember sem við kennum við svartan föstudag og Cyber Monday að 80% af kortaveltu vísakortaveltu held ég sé að fara rétt með 80% af vísakortaveltu Íslendinga var erlendis þessi helgi. Já. Það eru rosalega tölur. Já. Og þetta rekstrarumhverfi í ljósi þessara samkeppni, hvernig upplifið þið það sem kaupmenn á Norðurlandi að vera í þessari miklu samkeppni bæði við netverslanir og alþjóðlegar verslanakeðjur og slíkt? Ég held að sko svona verðlega séð þá erum við að standa okkur mjög vel. Það koma alltaf einhver dæmi sem við erum ekki að standa okkur nógu vel og þar þurfa bara kaupmenn að hýsa upp þessum buxurnar og gera betur. Og það getur alveg gert. Það sem að ég held að sé kannski helsti styrkur íslenskra verslunar, það það að þjónustigið á Íslandi er mjög hátt. Þú fær mörgum betri þjónustu á Íslandi heldur en víðast hvar annars þar. Leyfi ég mér að segja. Og við séð allavega núna á aðvendunni og örugglega áður líka svona aðvendukvöld, afsláttakvöld. Er það svar íslenskra verslunar við þessari miklu samkeppni, Helga? Já, auðvitað. Auðvitað, eins og Steini sagði, við viljum alltaf gera betur og allt það. En sko líka hafa verið tollalækkanir og auðvitað líka fyrir okkur eins og við erum að flytja inn beint og svona, þetta gengið lægra og annað, þannig að varan hefur líka lækkað í verslunum okkar. Það alveg klárt mál. Nú hafið þið bæði verið í þessu dálítið lengi í verslanarekstri. Sveiflur í svona rekstrarumhverfinu, eru þær dálítið miklar?
Já, það hefur verið alveg svakalega. Það var alveg komið tímar sem að maður helst bara vilja vinna með eitthvað annað. en það nú bara eins og gengur að gerist í öllum jobbum og heilt yfir þá þetta umhverfi sem við vinnum í svakalega skemmtilegt. Það mikil mannleg samskipti og þetta mjög, mjög skemmtileg geiri að vinna í. Það nú bara þannig. Og eru heimamenn duglegir að versla við búðir í heimbyggðum eins og Húsavík? Er fólk að versla eins og við þig frekar en að fara til Akureyrar eða Reykjavíkur eða út? Algjörlega, algjörlega. Ég á mjög góðan og tryggan viðskiptahóp. Takk fyrir það. Já. Það lítur að skipta svolítið máli að ná að halda fólkinu í heimabyggð í þessu og ég meina þar spilar ýmislegt inn í, ég meina veður og færð og svona, þannig að meðan kannski flestir vonast til að sé gott veður og kannski eru kaupmenn ekki eins spenntir fyrir það að fólk sé að fara allt svætti í aðvendinu eða eitthvað. Já, sko bæði og eins og veðrið til þess búið að vera núna. Þetta einmuna tíð núna í haust. Og sko ég heldur að allir græði á því því að sko það eyðir engin meira heldur en ferðamaðurinn. Hvort heldur hann sé innlendur eða útlendur. Þegar maður á faraldsfæti þá alltaf lausar veskið. Þannig það nú bara hjá okkur öllum sem sitja undir borðið og heldur flestum sem hinum með við skjáinn. En að því sögðu þá finnst mér nú svona kannski vera svona það, hvað maður að segja, smá skylda hjá fólki sem vill hafa blómlega verslun í heimabyggð að hugsa sinn ganga aðeins og vera duglegt að versla við sitt fólk. Það skiptir máli. Já. Hvernig eru næstu dagar og vikur hjá ykkur? Það væntanlega dálítið mikil törn framundan. Er ekki stemming í þessu? Jú, gríðarleg stemming. Þetta bara uppáhaldstími minn sko. Og bara, ég hlakka bara til og... Er einhver frídagur fram á jólum? Já. Þetta nú alltaf kannski öðruvísi heldur en var. Sem sagt, það mjög mikið að gera en flestir náttúrulega eru bara með vaktir og hlutinni ganga smurt fyrir sig. En að því sögðu þá náttúrulega jólin eru klárlega óskatími kaupmanna. Þetta svakalega skemmtilegt að standa í afgreiðslausa daga. Það til dæmis bara gaman frá því að segja að þetta eiginlega eini tími ársins sko þar sem að fólk kemur inn í búð og þetta kannski heilu fjölskyldunar og maður þarf svona að fylgja fólki eftir aðeins að reyna að lesa í sko og svo kannski blikkar mamma mann og þá veit maður að maður á að taka þetta frá. Fyrir jólagjöf. Já, ég þekki þetta líka. Alls svona tappmál sem bara var æðislegt og þetta sé bara í desember. Já, það skemmtilegt. Hversu stór hluti jólaverslunin af ykkar í bara rekstri ef við horfum á þetta út frá sko peningalegu svona miðin? Hversu stór hluti þetta? Já, sko hjá mér og ég held nú að ég tali fyrir hönd flestra þá hefur það breyst rosalega mikið. Þetta hefur jafnast verulega. Hér í eina tíð þá beið maður alltaf eftir jólunum því þarna kom sko aðal innkoman. En svo núna sko sumarið, vorið og fram eftir hausti, það eru tími þeirra sem eru í smásölu og fatnaði. Það bara, veltan margföld þá mánuðum við jólin. Tekur þú undir þetta, Helga? Já, ég tek alveg undir þetta sko. En samt sem áður að þá desember alltaf stæðstur. Þannig að... Það breytist ekki. En sumarið hefur samt breyst, ég meina, maður að fá mikið af ferðamönnum og svona þannig að... Já, auðvitað þetta mjög mismunandi milli verslana en og verður það sjálft bara alltaf. Það allavega spennandi tími sem að fara í hönd hjá ykkur og ég vona bara ykkur gangi vel. Takk kærlega fyrir komuna í föstudagsþáttinn. Og við ætlum að halda áfram hérna eftir skamma stund. Ég ætla að fá til mín Njál Trausta sem ætlar að segja mér hvernig fyrsta vikan á Alþingi hefur farið af stað. En fyrst ætlum við að fræðast aðeins gjöf sem var veitt Síldarminjasafninu á Siglufirði. Hilda Jana Gísladóttir veit meira þetta og skiptum við yfir hana. Ég greip þetta glóðvolga á leiðinni til Siglufjarðar. Í hvað erindagjörðum ertu á leiðinni þangað? Já, það eru ánægjuleg ferð sem við erum að fara til Siglufjarðar í dag. Við erum bankinn að afhenda Síldarminjasafninu verkið Síldarstúlkurnar eftir Gunnlaug Blöndal. Þetta verk búin að vera í eigu bankans í töluvert mörg ár, en það fór nú aðeins á flakk og svona sérstaklega fyrir 2008, þá með þess að enduð nú í New York stúlkurnar sem var nú ágætisferð, en það komið heim
og í sjálfu sér má segja að nú séu þar endanlega komnar heim síldarstúlkurnar til Siglufjarðar sem að svo sannarlega þar sem verkið á heima. Og hvers vegna ákveðið þið að gefa þessa gjöf? Þetta er stórt og mikið verk og tengist náttúrulega mjög ævintýrinu sem átti sér stað í kringum síldina á Siglufirði og það sem að mér finnst náttúrulega sérstaklega gaman við þetta er það að við erum að gera þarna konunum svolítið hátt undir höfði og þetta er náttúrulega afar fallegt og stórt og mikið verk sem að Blöndal málaði af þeim og það á bara heima þarna, þannig að það er komið heim svo sannarlega.